fyrr. Góðan og blessaðan daginn og gott að sjá ykkur öll hér í dag og þér sem heima sitið velkomin með okkur í dag. Við ætlum að koma saman í hús Guðs og við ætlum að lofa hann og við ætlum að gleyma öllu sem að baki er. Því að í dag er nýr dagur og Guð hefur gefið okkur hérna dásamlega dag. Sól og blíða, minnum á að vorið er handan við hornið, eða þannig. Yndislegt, við ætlum að byrja á því að syngja sálminn Herra Jesús hver indæll er mér. Amen. Herra Jesús hver indæll er mér, það að elska og tilbiðja þig. Maður sem hét Karman, hann dó nýverið, mjög þekktur gospelsöngvari og yndislegur maður.
Hann náði bara að verða 65 ára. En hann söng svo oft þennan söng sem við ætlum að syngja. Og ég elskaði að hlusta á hann syngja það. En við ætlum að reyna að syngja það núna í minningum hann. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain in my soul. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. In my soul. I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. Men. Ég langar að lesa hérna fyrir ykkur úr orðskveðunum. Orðskveð 3:5. Treystu Drottni af öllu hjarta, en ryddu þið ekki á eigi hyggjuvit. Amen. Og svo segir annars staðar í Mattheus 11:28. Ég dró þetta í morgun þegar ég var undirbúið mig. Jesús sagði, komið til mín, allir þér sem erfiðir hafið og þunga byrðar, og ég mun veita þér hvíld. Amen. Við erum komið saman í dag og við ætlum að ganga út á þessi fyrirheit, að treysta Drottni af öllu hjarta. Það reynist okkur stundum erfitt, því að við viljum oft ráða ferðinni. En þá vitum við að það er ekkert alltaf sú ferð sem endar vel. Það er miklu betra að hafa Drottinn sem skapaði okkur í fremstan í skútunni og sigla lífin okkar með honum, en ekki að við förum á undan honum. Amen. Við ætlum að leggja þessa stund í Drottins hendur áður en við höldum áfram og bara biðja Guð að blessa samkomin áframhaldandi, og ef þið hafi bænarefni að þá gefið til kynna eða segið okkur eða hvernig þið viljið. Drottinn heyrir og þekkir okkur og þekkir bænarefnin og þekkir það sem við erum að kljást við. Og þú sem að heima situr, vertu með okkur. Hann heyrir þínar bænir líka. Amen. Heilagi Faðir, ég þakka þér fyrir hennar dag. Ég þakka þér fyrir fallega daginn sem þú hefur gefið okkur, Jesús minn. Ég þakka þér fyrir friðinn þinn sem þú gefur, heilagi Faðir. Og ég biði Drottinn minn að blessa þessa stund áframhaldandi. Ég biði Drottinn minn að blessa eitt og sérhvert okkar sem hér, og ég biði fyrir þeim sem að hlusta. Ég biði Drottinn minn að gefa friðinn í heimilið þeirra, frið sem að þú gefur og engin annar getur gefið, heilagi Faðir.
Ég þakka þér, Drottinn, fyrir það með leggja allt okkar líf í þínar hendur. Treysta þér, Drottinn minn, af öllu hjarta, heilagi Faðir. Og ég biði Jesús minn að þar sem að sorg biði að fylla gleði, Drottinn. Og ég biði Jesús minn að mæta þeim sem eru sjúkir og gefa heilbrigði í Jesú nafni. Ég þakka þér, Drottinn, fyrir það að við megum koma hér saman í dag og lofa nafni þitt, heilagi Faðir. Ég biði áframhaldandi fyrir samkomunni, fyrir Snorra þegar hann talar, Drottinn, og ég biði heilagi Faðir að gefa að þú megir mæta hér í dag og blessa okkur og bara heiðra okkur með nærveru þinni, heilagi Faðir, í Jesú nafni, amen. Amen. Áður við höldum áfram þá ætla ég að með dagskrána, hún eins á þriðjudaginn bænasamkoma, bænastund klukkan 5, klukkan 8 á föstudagskvöldið lofgjörð og bæn, unglingarnir eru klukkan 8 á laugardagskvöldið, nóg að gera. 23. mars klukkan 6 aðalfundur hér í kirkjunni og síðan á föstudaginn langa fyrirhuguð ferð, trúp og sverð á Stykkishólm og þar ætlum við að borða saman eftir samkomu. En þeir sem ætla að fara þurfa að skrá sig á blað sem verður hérna frammi. Þetta ekki dásamlegt? Loksins með að fara eitthvað? Yndislegt. En við ætlum að halda áfram og fá fórnina, við ætlum taka fórn í dag. Amen. Þakka fyrir hann dag, Drottinn minn, biðum að blessa hann dag og þú elskar sem glaðan gjafir. Við gefum bara það sem við viljum, Drottinn, en bara með gleði, Drottinn minn. Ekki með nauðung, Faðir. Við blessa það sem inn kemur, Drottinn minn, og við biðum að blessa þessa samkomu og leita hana, Faðir mér. Við biðum að tala inn í hjörtu okkar, Faðir, og hjálpa okkur að bara hlusta og heyra til þín orði. Í Jesú nafni. Amen. Áður við höldum áfram, þá ætlum ég að fá dætur mínar hingað upp. Þessar eru orðnar táningar og ég engi börn og ég bara unglinga og fullorðið fólk. Það þýðir eitt að ég eldist, það bara gaman. Það ætla að syngja fyrir okkur. Það væri dásamlegt. Það hefði nú verið flott. Við reddum því fyrir næsta sunnudag. Guð gerði mig eins og ég hann elskar mig eins og ég Guð blessar mig eins og ég hann gaf mér drauma til að dreyma. Þess vegna brosir sál mín yfir að fá að vera ég. Wow, wow, Guð minn vakir yfir mér. Wow, wow, eins og konungsbarni. Þess vegna brosir sál mín yfir að fá að vera ég. Wow, wow, Guð minn vakir yfir mér. Wow, wow, Guð gerði mig eins og ég hann elskar mig eins og ég Guð blessar mig eins og ég hann gaf mér drauma til að dreyma. Þess vegna brosir sál mín yfir að fá að vera ég. Wow, wow, Guð minn vakir yfir mér. Wow, wow, eins og konungsbarni. Þess vegna brosir sál mín yfir að fá að vera ég. Wow, wow, Guð minn vakir yfir mér. Wow, wow. Amen. Guð gerði mig eins og, hvernig var þetta? Ég nákvæmlega. Guð gerði mig eins og ég Þetta svo einfalt.
Við þurfum ekki að vera ykkur annar en við erum. Við þurfum bara að vera við sjálf. Og það ætlum við að vera í dag. Gleymum öllu sem á baki er. Ef eitthvað leiðilegt gerðist í vikunni, það er löngu búið. Og nú í dag er nýr dagur, nýr náðardagur. Syngjum saman, Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness. My God, that is who you are. Amen. Hallelujah. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Syngið með mér þetta. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Oh, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, oh Jesus, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. Oh, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My
einu sinni enn. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. My head oh Jesus. You never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, syngjum við einu sinni enn. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop. Ó, takk Jesus að þó við sjáum ekki að þú ert að vinna, heilagi Faðir, og þó við finnum það ekki, þá ertu samt að vinna, Jesus. Og ég bið Drottinn minn að fylla salinn hér í dag, Drottinn, af nærveru þinni, heilagi Faðir. Ó, Abba Faðir, ég lofa þig, halleluja. Syngjum þetta saman, elsku systkini. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, Jesus, hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Keep light in the dark.
is who you are. Ooh, that is who you are. Oh, we maker. Oh, promise keeper. Oh, that is who you are. Halleluja, Jesus. Åh, tack Jesus. Åh, tack Jesus. Halleluja. Åh, tack Jesus. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, Jesus. Ooh, that is who you are. Halleluja. Åh, tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Þakka þér fyrir að þú leggur veg, Drottinn, þar sem engin vegur er. Og Drottinn, þú vinnur þegar við finnum það ekki, þú vinnur þegar við sjáum það ekki. Og þakka þér fyrir að þú ert að vinna, Drottinn, þú ert að vinna. Þú ert að vinna, Faðir. Erfið okkar er ekki árangurslaust í Jesú Kristi, af því að þú ert að vinna, mikli Jehóva Guð. Við lofum þig fyrir það, Drottinn minn og Guð minn. Jesus, my help, I call on your name. I cast my cares on you. Jesus, my hope, my tower of strength. My faith is found in you. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see. Oh, I see grace, sealed by your sacrifice. I see love, written for me. Precious blood washes and sanctifies. Healing flows, setting me free. I see grace. Oh, Rabalarana Sandolora Noderis grace. Bearer of sin, afflicted and tried, you paid redemption's price. Bearing my curse, you set me on high. Your death has brought me life. I see you pierced, wounded for me. When I look to the cross, I see grace, sealed by your sacrifice. I see love, written for me. Precious blood washes and sanctifies. Healing flows, setting me free. I see grace. I see grace.
grace, precious blood, washes and sanctifies, healing flows, setting me free, setting me free. I see grace, Lord. Precious grace, Lord. Grace, Lord, setting me free, Lord. Setting me free, Lord. Setting me free, Lord. Grace. Ribudilini si coriada. Orialalala shadiala. Irialalilililili si. I see grace, she'll by your sacrifice. I see love, and it receives for me. Precious blood, washes and sanctifies, healing flows, setting me free. I see grace, I see grace. Og Jesus, ég lofa þig, halleluja. Enginn sem þú, drottinn minn, halleluja. Þessi mikli volþýði Guð, hann með okkur, hann hér mitt á meðal. Immanuel, Guð með oss. Nefndur Cariasando, hallelujah, 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 hallelujah. Hann einn verður að vera lofaður, lofið hann, allt sem andadrátt hefur lofið drottinn. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah, Lord. You face to face into your presence, Lord. F2. Setur og F.
eyes to see you face to face. Lord, make my eyes to see you face to face. Face to face, Lord. Hallelujah. Ásjóna hans. Hallelujah, hallelujah. Amen. Takk Jesús, gott að lofa drottin. Ef að þú lofar ekki drottin, þá lofar hljóðfærin drottin fyrir þig. Amen. Halleluja. Komið á sæl og blessuð, kæru vinnir. Ég átti alveg svona á því að Kitty segði, ef þið lofið ekki drottinn þá er mér að mæta. Það er gott að eiga svona samheldna hjörð til þess að lofa drottinn okkar og frelsara Jesúm Krist. Og við vorum að syngja hérna afskaplega merkilegan kór Waymaker. Og þetta er svolítið merkilegur boðskapur Biblíunnar að kalla Jesúm Krist sem slóðbera eða brautriðjanda. Hann býr til leið og það er oft á tíðum sem að við gleymum því að það var hann sem bjó til mjóaveginn. Þið vitið, það er til tveir vegir, það er mjói vegurinn og breiði vegurinn og Jesús Kristur hann er þessi mjói vegur. Og það er svolítið athyglisvert líka í Póstólasögunni þegar að tala veginn, þá er þetta lífsmáti. Þetta er ekki bara eins og braut sem þú ekur heldur þetta er slóð, þetta er ganga sem þú gengur frá vöggu til grafar. Og mér langar svolítið til þess að við notum þennan tíma núna, þetta skipti, til þess að fara í sögu manns sem að gekk á vegi drottins og við getum sagt alveg hann haltraði, hann fór ekkert endilega alltaf alveg rétt að, sagan er mjög skrautleg en hún er samt mjög lærdómsrík og ég tek þessa sögu úr fyrstu Mósebók. Og það er svolítið athyglisvert að við getum, sem erum kristin, við getum verið að taka sögur úr fyrstu Mósebók. Og við getum alveg sagt þá leið, býttu við, er þetta ekki gyðingasögurnar? Er ekki sögurnar sem að tilheyru bara gyðingunum og þetta eru þjóðsögur þeirra? Og við segjum, jú, þetta er vissulega þar, þetta tilheyri gyðingum, á þetta erindi til okkar. Við á 21. öld, þið vitið. Við erum komið svo miklu lengra, við erum þróaðri, við erum æðri og við erum menntari og menn hafa alls konar svona skýringar. En það er svo merkilegt að þegar við fórum að skoða þessar sögur, þá hafa þær að geyma fingrafar Guðs í gegnum allt. Þegar Guð snerti við og Guð breytti kringumstæðum og notaði ákveðin tíma og rúm til þess að gera nafn sitt dýrlegt. Og komið með mér í aðra Mósebók, fyrstu Mósebók, ég ætla nú ekki að skrökva að ykkur, ég ætla að fara með ykkur í fyrstu Mósebókina, 47. kapitula. Ég kem með ykkur inn í þann kafla þar sem að Jakob, þú veist, sem hafði dreymt drauminn Betel, hann lagði sig á stein út í eyðimörkinni og nóttina dreymir hann draum og sér stiga og það eru englar sem ganga upp og niður stigan. Og okkur finnst þetta alveg gríðarlega merkilegi draumar. Hefur ykkur dreymt svona draum? Hafið þið séð hendi Guðs svona? Jakob, hann fekk að reyna þetta. Hann fekk líka að reyna ákveðið súrt og sætt og hann var einn af þeim sem að upplifði það að missa son sinn. Honum var sagt að Jósef hafi verið fargað af óargadýri og Jakob grét hann árum saman. Hann misti líka
konu sína í barsnauð þegar hún fæddi yngsta soninn, þá liðu það ekki af. Þannig að Jakob þekkti bæði súrt og sætt. Svo komum við að sögunni þegar Jakob 130 ára gamall. Hann gengur fram fyrir æðsta mann veraldarinnar í þá daga. Og hann situr í ríki í Egyptalandi og það segir í 7. versinu í 47. kapitulunum: þá fór Jósef inn með Jakob, föður sinn, og leiddi hann fyrir Faraó. Og Jakob heilsaði Faraó með blessunar óskum. Og Faraó sagði við Jakob: hversu gamall ert þú? Og Jakob svaraði Faraó: vegferðatími minn 130 ár. Fáir og illir hafa dagar lífs míns verið, og ná ekki fyrir áratölu feður mínir náðu á vegferð sinni. Hugsið ykkur að standa þarna: fáir og illir hafa dagar mínir verið. Ég veit ekki alveg hvort hann var búinn að gleyma því að þessi maður sem dreymdi drauminn steininn í Betel og allt það, hann myndist ekki á það. Hann var búinn að upplifa það líka að hafa mist son sinn Jósef og grátið hann, en svo fékk hann aftur lifandi. Það var eins og hann var tekinn burt frá dauðanum og yfir til lífsins. Og Jakob hann eins og gleymir þessu og segir bara fáir og illir. Og merkilegt við það það að hann benti á forfeður sína sem höfðu haft ennþá lengri ævi. Og við þekkjum það alveg í 1. Mósebókinni, þá talað alla þessa menn frá Adam og til Nóa sem urðu 900 plus 800, 1100 og svo framvegis. Þannig að menn urðu mjög fornir og gamlir í þá daga. En svo ætla ég að fá að bendi á þetta. Vegferð mín. Þegar hann notar þetta orð, vegferð, þá þetta sama orð og þýðir í hebresku að vera eins og pílagrímur. Pílagrímaferð mín frá A til B. Og þessi kenning sem kemur þarna fram, hún ætti kannski að hitta samtíman okkar svolítið vel. Vegna þess að í dag þá fullt af fólki komið inn á þá skoðun að við séum í hindúsku samfélagi eða trúarkerfi. Við komum hingað og svo deyjum við, svo komum við aftur og við deyjum og sálirnar fara á eitthvað flakk og svo jafnvel farin að útskýra það að menn veit ekki hvers kyns þeir vegna þess að í fyrra lífi einhvern tíma voru þeir stelpur, eða í fyrra lífi voru þeir strákar, eða í fyrra lífi voru þeir eitthvað dýr. Þessi kenning ekki biblíuleg. Það sem við erum að tala hérna að Jakob, hann fór sína vegferð frá vöggu til grafar, svo ætlar hann að halda áfram. Og það kenning kristninnar. Við erum á þessari vegferð okkar frá vöggu til grafar og svo höldum við áfram. Og það þunga miðjan í kristinni trú að Jesús Kristur hann kom í þennan heim til þess að deyja fyrir synduga menn svo að við mættum lifa með honum aldur og ævi. Nú má segja amen í því. Þetta þessi von sem að kristna trúin að gefa og þetta svo von sem við stöndum fyrir hér í Keflavík og það alveg sama hvort við erum fá eða mörg. Þá erum við sammála vonar boðskap Jesú Krists. Svo má ég spyrja, ef að Jakob hefði vitað hvaða spádómur Avans fékk. Guð talaði við Avans, Abraham, og gaf honum spádóm, og ég ætla aðeins að fá að fara með ykkur inn í þann spádóm. Þetta nokkrum köflum framar, ætla að sé ekki svona einhver staðar í 20. kaplanum eitthvað þýtt 14. kapitölunum, þá sagt frá því að Guð, hann opinberar Abraham vilja sinn. Og vilji Guðs var sá að reisa upp þjóð. Og hann segir í 13. versinu í 15. kapitula 1. Mósebókar. Þá sagði hann við Abraham, og takið eftir, hann nefndi hérna Abraham. Hann var ekki búinn að fá háið í nafni sitt. En það svo athyglisvert með Guð að þegar hann gaf Abraham, breytti nafninu á honum. Þú skalt ekki lengur heita Abram, þú skalt heita Abraham. Í hebreskunni háið sama og
upphaf af Guði eða nafn á Guði almáttugum. Þannig hann tengdi sig og nafn sitt og Abrahams saman. Svo Abraham varð Abraham með Guð mitt á meðal. Hvernig væri það að við sem eru hérna kristin inni, að við færum að tengja okkur saman við, ég er Jesú maður, að ég væri ekki lengur Snorri í Betel, heldur væri ég Jesú Snorri í Betel eða Snorri Jesú í Betel og ég myndi tengja mig þannig við Guð. Ef að Guð gæfi mér þetta leyfi, þá myndi ég alveg hiklaust þiggja það. Abraham fekk svona leyfi. Hann fekk að fá nafn Guðs, tákn Guðs inn í sitt nafn. Og dásamlegt að þetta skulum við hafa sem sögu og fyrirmyndum það hvernig Guð vill opinbera nafn sitt okkar á meðal. Og systkini, Jakob, hann fekk að reyna ýmislegt en hann var alltaf tengdur áætlun Guðs í gegnum sína ævi. Svo fáum við að vita hver spádómur var sem Guð talaði við Abraham. Þá sagði hann við Abraham, 13. versið, vita fyrir víst að niðjar þínir munu lifa sem útlendingar í landi sem þeir eiga ekki og þeir munu þjóna þeim og þeir þjá þá í 400 ár. Þannig að Abraham fekk að vita að Ísraels menn, þeir myndu rísa upp í Egyptalandi og verða þjáðir í 400 ár. Myndi þú fara til lands sem þú vissir að afkomendur þínir yrðu þjáðir í 400 ár? Á hverju var þetta? Á hverju valdi Jósef þetta land? Á hverju valdi Jakob þetta land? Þetta var mjög einfalt. Guð, hann stýrir öllu. Guð ræður öllu. Guð lét hallæri koma yfir löndin. Og það var Guð sem lét hennar spádóm sem hann talaði við Abraham rætast. Abraham var löngu dauður þegar Jósef fór inn í Egyptaland. Hann var löngu dáinn áður en Jakob steg fæti sínu þar inn. Og í Abraham, hann hafði ekki trúlega hugmynd að þetta allt saman myndi gerast eins og við sjáum söguna greina frá í 1. Mósebók. En fáum nú aðeins nánar inn í þetta, förum aðeins inn í þetta. En þá þjóð sem þeir munu þjóna mun ég dæma og síðar munu þeir þaðan fara með mikinn fjárhlut. En þú skalt fara í fríði til feðra þinna, þú skalt verða jarðaður í góðri elli, hinn 4. ættliður þeirra mun koma hingað aftur því að enn hafa Amorítar eigi fyllt mæli synda sinna. Og hér erum við komin að ennþá merkilegra máli. Amorítar, þeir fengu ákveðin tíma og þeir fengu ákveðið, rými til þess að fylla mæli synda sinna. Ég veit ekki hvað þú hefur verið að gera og ég veit ekki hvað hefur fyllt í þínu lífi. Það getur vel verið að þér finnist þú hafa ennþá tíma til þess að fylla mæli syndana. Þú ert ekki búin að vera nógu slæmur eða eitthvað þess að þar. En býttu aðeins, ef að Amorítar áttu að fylla mæli synda sinna og fá síðan dóm. Ef að Egyptar áttu að fylla mæli synda sinna og fá síðan dóm. Hvernig eru við stödd? Hvað gerist með Ísland? Ef að við fyllum mæli synda okkar, sleppum við þá í dómin. Eru við svona miklu betri en þau? Guð, hann í gær og í dag hinn sami að eilífu, ekki satt? Þetta er það sem er kenning Biblíunnar. Og þá tökum við eftir því að eðli Guðs er opinberað í þessari sögu til þess að við megum læra frá þessum mönnum. Og ég sé miskunn Guðs koma hér fram. Jakob, hann í Kanaanslandi, það allt í klessu, það rignir ekki, það grær ekki, það eiginlega þurrka tími allan tíman og það eru allar þjóðir í kringum Ísrael að drepast úr hungri. Og það var eina vonin fyrir þá að fara til Egyptalands af því Jósef, hann kom með lausnina, sonur Jakobs kom með lausnina til þess að bjarga málunum. Og svo fór Jakob þarna inn.
Og hann fór inn í þessa lausnamiðuðu aðferð að ganga með syni sína og fjölskyldu þeirra inn í Egyptaland. Þar urðu þeir þjóð. En hvað var síðan út úr þessu? Þá förum við í aðra Mósebók. Því að hún eiginlega talar það þegar Ísraelsmenn fóru út úr Egyptalandi. Og það alveg stórmerkilegt að sjá að það var alveg gríðarlega mikil breyting á högum Ísraelsmanna þegar þeir voru reknir út frá Egyptalandi. Og ég ætla að fara með ykkur í aðra Mósebók. Það 12. kapitúli. Ég ætla að fara með ykkur í þann kafla þarna sem talaður lagt af stað. Og þá eru liðin 430 ár frá því að Jakob kom inn og talaði við Faró vegferð sína sem var ill og erfið. En þá komum við að þessu. Tóku Ísraelsmenn sig nú upp frá Ramses og fóru til Sukkot. Þetta 37. versið í 12. kapitúla annarra Mósebókar. Hér bil 600.000 fótgangandi manna, auk barna. Þar að auki fór með þeim mikill fjöldi alls konar líð, svo og stórar hjarðir sauða og nauta. Og þeir bökuðu ósýrða kökur af deginu sem þeir höfðu með sér út úr Egyptalandi, því að degið hafði ekki sýrst. Þar að þeir voru reknir burt úr Egyptalandi og máttu engar viðtafir hafa og höfðu því ekkert búið sér til veganesti. Ísraelsmenn höfðu þá búið í Egyptalandi 430 ár og að þeim 430 árum einmitt á þeim degi fóru allar hersveitir drottins út af Egyptalandi. Og þetta mjög athyglisverð frásögn vegna þess að við höldum upp á páska. Páskahátíðin miðuð við þennan dag þegar Ísraelsmenn fóru á þeim degi. Hvaða dagur var þetta? Þetta var dagurinn sem Jakob kom inn í Egyptaland. Sjáu hvernig Guð mælir tíma og tíðir. Sjáu hvernig Guð lætur nafn sitt búa. Hvernig hann stýrir vegi manna. Hvernig hann kemur og vitjar okkar, bjargar okkur. Þeir sem að ráðast gegn, þeir fá líka sinn dóm. Á þessum degi 430 árum eftir að Jakob kom inn í Egyptaland, þá voru allar vinnuvélarnar teknar í burtu. Allar jarðítur, allir vegheflar, allir kranar, þið vitið, allir þrælar sem voru þarna teknir út, 600.000 manns. Hvað hefði gerst hérna hjá okkur ef að við í COVID bara yfirgefum landið og segðum, hei, bara allir sjómenn í burtu? Eða allir svona og allir hins, ég nefndi ykkur að stéttir. Hvar væru við stödd þá? Það hefði verið hrun í landinu. Og sjáu hvernig dómur Guðs getur komið yfir lönd að þau eins og flosna upp. Það ykkur límið, það fer úr landinu. Það fer úr menningunni. Hvað haldið að segja gerast á Íslandi? Við erum ekkert í góðum málum þegar við erum að heyra það að Reykjavíkurborg búin að samþykkja það og senda skilaboð til þingmanna sem vilja láta kenna kristinfræði að þetta erindi á ekki við börnin í dag. Af því að þetta elur fordóma hjá börnunum okkar að taka kristna trú í burtu. Yfirleitt kristna trúin sú trú sem hefur unnið best gegn öllum fordómum og mannhatri. Hvernig stendur á því að við erum að heyra að svona upplausn komin í stjórnkerfi stærstu byggðar á Íslandi, Reykjavíkurborg? Hvað að gerast hér á Suðurnesjum? Eitthvað viðmótað að gerast? Hvað að gerast í öllum þessum leikskólum? Af hverju verið að ýta kristinni fræði út, biblíusögunum í burtu og börnin leidd inn í jóga? Og þau látin læra hugleiðslu. Þau látin kyrja til andana sem einhvers staðar í himingeimnum og þau halda jafnvel að vera að koma því inn hjá þeim að þau voru einu sinni í fyrra lífi eitthvað annað en það sem þau eru í dag. Svo eru við með þessar ungu stúlkur hérna í dag sem syngja það að þær eru svona eins og þær eru vegna þess að Guð hafði skapað þær. Það nákvæmlega það sem við erum að predika. Við erum sköpuð í Guðsmynd, kallmenn eiga að vera kallmenn og konur eiga að vera konur. Og nú þetta fordómar.
Hugsið ykkur. Sjáu þið hvernig mælir syndarinnar eiginlega meira og minna allur að fyllast á Íslandi. Haldið þið að við sleppum við dóm Guðs ef við gerum ekki iðrun. Til þess kom Jesús Kristur, til þess að segja við okkur, gjörið þið iðrun meðan ennþá náðar tími. Við erum svona oft á tíðum, eins og fyrir utan þjóðfélagi, það svona, við pössum ekki endilega alveg inn í það. Og skoðum þessa mynd sem við höfum, bæði frá Jakob, Jósef, Abraham, hvernig myndin birtist að Guðs líður, hann fékk að vita hvernig leið Guð hafði. Komið með mér í Pétursbréfið. Mér dásamlegt að sjá hvernig Pétur postuli lagði þetta til okkar og ég ætla að fara með ykkur í fyrsta Pétursbréf því að hann bara einn af þessum uppáhaldsmönnum sem við getum boðað. Pistilinn skrifaði postulinn Páll og postulinn Pétur. Þetta tónaðir í kirkjunum og þetta má alveg heyrast hjá okkur. Og ég segi það að við eigum að vera biblíutrúar. Ég ætla að sleppa ykkur við Hebreabréfinu núna reyndar, en ég ætla að fara með ykkur í Pétursbréfið. Fyrra bréf Péturs. Og þá hann að tala við ykkur í fyrsta kapitúlunum og ég ætla að fara með ykkur í 5. vers og 17. vers í þeim sama kafla. Í 5. versi þá segir Pétur þetta dásamlegt. Kraftur Guðs varðveitir yður fyrir trúna til þess að þér getið öðlast hjálpræðið sem þess albúið að opinberast á síðasta tíma. Á hvaða tíma eru við? Hvaða hjálpræði þetta sem á að opinberast á síðasta tíma? Og hér kemur að kallinu okkar að við verðum eins og meyjarnar 5 sem voru með olíu á lömpunum. Hinar meyjarnar, þær voru olíulausar. Ég að kalla ykkur til þess, hressið ykkur við í Drottni, látið þið olíuna vera á lömpunum, lýsið þið. Það komið að þeim tíma sem að Pétur hérna að tala að Guð ætlar að opinbera sig á síðasta tíma. Guð opinberaði sig á dögum Móse. Hann var ekki hagstætt fyrir Faraó. Þegar allur verkalýðurinn á einu bretti fór burt úr landinu. Og það til þess tekið að það var menningarlegt hrun í landinu. Og hvað að gerast hér hjá okkur? Pétur tala við okkur þetta, að það albúið til þess að birtast á þessum síðasta tíma. Í 17. versinu þá heldur hann áfram með þessa hugsun hann Pétur og segir, fyrst þér ákallið þann sem föður dæmir án manngreinar álits, eftir verkum hvers og eins, þá gangi fram í Guðs ótta útlegðar tíma yðar. Þessi útlegða tími, hann okkar tími. Meðan við erum enn á þessari jörð, þá útlegðar tími burt svolítið frá Guði þó að hönd hans sé með okkur í verki. Og áttum okkur á einu, að það sem að Drottinn að uppbyggja hjá okkur trú á því sem að postular og spámennir hafa boðað áður að Jesús muni koma aftur. Og eins og spádómurinn rættist á dögum Abrahams, þá mun líka ræta spádómar á okkar dögum að endurkoma Jesú Krist fyrir dyrum. Og þegar endurkoma Jesú Krist fyrir dyrum, þá það ekki sorgartíðindi fyrir okkur. Það ekki þau tíðindi að hann mun knosa þig og brjóta þig og setja niður í duftið. Hann mun umbreyta þig í einni svipan á einu augabragði til dýrðar frelsis Guðs barna. Við erum að tala einmitt þessa von, þessa sæluríku von sem að við eigum í fagnaðarerindinu og hún búin að teygja sögu sína í gegnum Biblíuna til þess að þú og ég megum vera manneskjur sem sjáum veggerðarmanninn Guð sem breytir kringumstæðum okkar og gerir sjálfa sig dýrlegan á meðal okkar. Og ég fagna því að við eigum þetta fagnaðarerindi. Við eigum þessa von, sama hvað þér mætir. Nú kannski að þegar þú hugsaðu þína ævi að þá hefur lent í því svona svolítið að mun eftir vondu dögunum. Þú manst þetta kom fyrir og hitt kom fyrir og við þrúum okkur svolítið niður. Þetta verður svona svolítið erfitt, ekki satt. En snúiði aðeins við.
Gerum annað en Jakob. Horfum til þess þegar Guð vitjaði þín og gaf þér drauma og sýnir. Einu sinni þá var ég svona ráðþrota. Ég vissi ekki alveg hvað ég ætti að gera, hver yrði konan mín. Ég bað Guð að gefa mér konu. Það voru fullt af sætu stelpum til. Ég hafði alveg auga fyrir þeim, en ég vildi fá að vita hver ætti að vera konan mín. Nótt eina, þá var ég við nám í kennaraskólanum, þá svaf ég upp í herbergi mínu upp á lofti á Hverfisgötu 50. Og mér finnst ég bara allt í einu liggja í herberginu mínu að búið að taka þakið af húsinu og ég horfði upp í stjörnubjartan himinn. Og það sem stjörnurnar giltu og glóðu, þar allt í einu féll ein stjarna niður. Og þetta var svona rosalega fallegu loftgest sem var að koma á leiðinni til mín. Og þegar hún nálgaðist mig, þá sá ég að þetta var eins og snúra sem að konur voru gjarnan með fyrir framan giftingarhringana sína. Muni eftir því sem eruð á mínum aldri. Þetta var fallega snúrur. Og þessi snúra, hún allt í einu féll á kantinn, féll svona niður og fléttaði nafnið Brynja. Og leiðu ég vaknaði þá hugsaði mér, Guð, nei. Ég bað Guð, en ég sagði nei. Síðan eiginlega má segja það að ég hef setið uppi með Hrefnu Brynju, síðan. Ég er rosalega ánægður í dag. Og ég er búin að horfa til þessara drauma. Ég er búin að hafa það með mér í gegnum svo langan tíma. Ég fekk það reyndar 5. Og þeir hafa allir meira og minna hjálpað mér í gegnum ævina. Ég hef lent í einu og öðru, en ég vissi þá. Guð var búin að sýna mér, nú þoli ég. Guð var búin að sýna mig, nú held ég áfram. Hversu oft þurfum við ekki að gera þetta? Við eigum þessa sæluríku von, að Guð heldur í okkur og hann er með okkur. Mér dreymdi það einu sinni, það kannski ekki langt síðan. Ég var þá nýfluttur á Akureyri. Ég flutti til Akureyri fyrir 20 árum. Og ég gerði eins og margir akureyringar gera, fara upp í Hlíðafjall. En mér dreymir þann draum að ég er á leiðinni upp Hlíðafjallið. Og ég var með einhverjum svona góðum vínum með mér. Og þegar við erum að ganga upp fjallið, komum svolítið hátt upp í fjallið, þá verður á vegi okkar stór og mikil svona marmarablokk. Þetta var strendingur alveg, gríðarlega mikil blokk sem stóð þarna á kantinum. Og ég kem þarna blokkinu og hugsa með mér, heyrðu, hún stendur illa, hún getur hrunið. Það er best að spyrna við henni og láta hana detta fram af, svoleiðis að hún verði engum til tjóns. Og ég leggst þarna í jörðina, spyrni í blokkina og ýti henni fram af kantinum. Ég hefði betur sleppt í. Vegna þess að í draumnum þá skoppaði þessi blokk, hún valt niður hlíðina, hún fór alveg niður að Glerá, hún braut brúna á Glerá, hoppaði þarna yfir húsi við Glerá og hún rústaði bænum. Og ég þarna upp í fjallinu í draumnum, hvað átti ég að gera? Vá, ég gat ekki stoppa hana. Ég skildi þennan draum þegar Akureyrarbær fór í mál við mig af því ég sagði að kynvilla væri synd. Ég ýtti við blokkinni sem mátti ekki ýta við. Og þegar ég sá hvernig Akureyrarbær brást við, þá hugsaði með mér, já, Guð var búinn að sýna mér þetta. Ég tók steininn sem ég þoldi ekki og ég ýtti honum fram af. Og svo get ég sagt okkur annað meira í sambandi við þetta. Ég áttaði mig ekki á því að þessi saga mín, hún yrði þannig að hún færi í dómsmál. Hún færi í dómskerfið, hún færi í Hæstarétt. Og ég var að tala við börnin mín fyrir hálfum mánuð og svo, og þá voru þau 2 sem voru að segja mér að þau hafi verið í háskóla og þá hafi málið mitt verið tekið fyrir þar. Ég vissi ekki að ég væri orðin kennsluefni í Háskóla Íslands. Hver kom þessu til leiðar? Hver ýtir við þjóðinni? Hvernig stendur á því að Guð notar þig og mig á þennan hátt? Við erum bara menn, sama eðlis og hinir, en Guð veit hvað hann ætlar að gera. Og elsku bróðir, systir, vertu djörf, leyfðu Guði leiða þig.
Því að það hann sem var heiðurinn og dýrðina að þessu öllu saman. Ég get ekki tryggt það að allir verði mér sammála. En mér þótti líka mjög vænt það að þegar ég var í málaferlum og menn voru að sækja mig, lögsækja mig og reka mig úr starfi, þá var ég að fá tilkynningar frá ýmsum sjómönnum og skipshöfnum í flotanum í Vestmannaeyjum. Stattu þið strákur, við stöndum með þér. Ég sá þetta fólk aldrei að samkomi í Betel. En þeir voru sammála. Þeir voru sammála. Þeir ómuðu af því sem Guðs orð var að segja. Og nú þegar þú stendur í sponu Jakobs, þú stendur frammi fyrir Faró, hvað ætlar að segja við hann? Ætlar að segja við hann þetta: Guð mun láta drauminn þinn rætast af því að hann gefinn af Guði til þín. Vertu djarfur, vertu hughlaustur, láttu orð drottins rætast og vittu að Guð mun taka þig með í ferðafrelsið sem að væntanlegt og við förum og verðum með drottni alla tíð og tíma. Heyri amen. Þá skulum við biðja saman og ég bið drottinum að blessa ykkur þennan boðskap og ekki bara blessa ykkur, heldur lyft ykkur upp, gef ykkur djörfung, bindið ykkur við hann, haldið ykkur við Jesúm Krist. Það enginn sem hefur sigrað dauðan nema hann, drottin Jesús minn. Þakka þér fyrir þína miskunn og fyrir þína náð. Þú ert höfðingin okkar, frelsarinn okkar og lausnari. Og ég bið þess Jesús að við mögum hafa trú Abrahams og trú Jakobs og trú Jósefs og trú Péturs. Eins og þú hefur lagt fram málin, drottinn minn, þá megum við vera sammála. Þá megum við segja amen. Verði þinn vilji. Og við biðjum saman, Jesús Kristur, halt í hönd okkar, vend okkur og varveittu, frelsað okkur og gerð okkur að mönnum og konum sem að hafa lifandi samfélag við þig. Í Jesú nafni. Amen. Megi drottinn Jesús blessa ykkur, varðveita og styrkja á allan hátt. Gangið í trúarbrautina allt til enda. Gjörðu svo vel. Nú skulum við halda áfram. Amen. Áður við ljúkum samkomin í dag og skulum við syngja saman eitt söng. Ég syngja bara Immanuel kórinn aftur og þú mátt vita að Guð vill vinna í þér. Hann á meðal okkar og leið og við syngjum þennan kór, segðu við drottinn, þú mátt vinna í mér, umbreyttu mér. Ég þrái lífið þitt í fyllstu gnægð. Þú hefur þína áætlun fyrir mig. Hjartastað og meðtaktu frá Immanuel sem mitt á meðal okkar. Takk Jesús að þú ert læknirinn minn. Takk heilagur andi, þú ert hér.
Takk Jesús, það er gott, yndislegt að fá að lofa Guð í dag. Amen. Bara takk fyrir samveruna hér í dag og þú sem heima situr, takk fyrir að vera með okkur. Sjáumst að vikuliðinni og sjáumst bara hress og kátt. Það er yndislegt að koma saman í húsi Guðs og fá að lofa Guð. Það er eitthvað sem að bara þegar við leyfum Guð að vinna í lífum okkur, þá bara gerist eitthvað. Þá brotna múrar og Guð fær að snerta. Og mér finnst svo gott að geta fengið að byrja vikuna á að lofa Guð og vitandi það að það sem við tökum okkur fyrir hendur í vikunni, að Guð verður með okkur. Amen. Það er kaffi uppi og samfélag, það er ekki síður mikilvægt. Við þurfum líka að hafa samfélag saman. Takk fyrir samveruna, elsku systkini, og leyfi Guði að nota ykkur í vikunni. Amen.